kenna maður. Jú, bláa skrímsli. Hvað getur þú sagt mér allt nammi sem hvarf? Ég kom ekki nálægt því. Nei, ekki segja svona, ég veit þú ert að ljúga. Horfðu í augun á mér. Aha, þú leist til hægri. Nei. Jú, Nei. Jú, þú lýgur. Nei. Blá skrímsli stela alltaf öllu namminu. Spurðu bara Sveppa. Sérðu, ég borði ekki einu sinni nammi. Nei. Jú. Wow. Heyrðu þetta? Hvað er þetta? Bara einhver að banka á glugga. Kannski bara jólasveinninn komin. Nei. Það er ekki smá. Új. Sérðu? Ó, nei. Þetta er fugl. Fugl flogið á rúðuna og rótast. Villi, við verðum að gera eitthvað. Við erum einu sem vitum af þessu, sko. Kannski þú hringdi í einhvern kött eða eitthvað. Nei. Oj, það er ógeðslegt. Við þurfum að fara að ná í henni eitthvað, er það ekki? Við þurfum að jarða hann líka. Er það heldur hann sé dáinn? Já, fuglar fljúga alltaf á rúðu oft á haustin. Þeir eru kannski búin að borða einhver ber sem eru búin að gerjast og eru kannski orðnir pínu svona tipsy. Tipsy? Já, veit ekki alveg hvert þeir eru að fljúga, þá fljúga þeir á rúður. Þeir halda þeir alltaf bara að fljúga inn, hann ætlaði kannski bara að fljúga inn og leika við okkur, sko. Já, heldur það? Já, hann skilur ekki hugtaki gler, þeir Mamma, vita þetta er ekkert alltaf innbyltinguna. Mamma, hún nefnilega þrífur alltaf rúðuna svo vel að það er eins og að sé ekki rúða, sko. Það er svona bara best að gera það ekkert. Nei, svo á maður að vera bara með skítu á rúð, sko. Og kannski fullt af rauðum krossum á henni. Já, komdu, skulum kíkja á þetta. Sérðu hvað hann er friðsæll? Hann hefur nú ekki áhyggjur af lífinu lengur þessi. Nei. Hann er allir mjúkur. Vá, maður. Ég held að hann hafi bara dáið strax. Já, ég vona það, sko. Fundið neitt. Ég vona það. En þurfum við ekki að jarða hann eða eitthvað svoleiðis? Jú, mér finnst það. Hann verður að fá fallega og veglega útför, þessi fugl. Já. Aumingi allir yfir fuglarnir sem þekktu þennan fugl. Kannski eru þeir að fljúga á einhverja aðra rúður bara. Gera þetta oft á haustin, sko, bæði ungu fuglarnir. Þeir eru að æfa sig að fljúga og eru svo vittlausir. Já, maður sér það á honum að þetta er ungi. Við þurfum að setja... Svona er nú bara lífið. Já. Það sem gerist ef að þessi fugl deyr er að hinir fuglarnir fá meira að borða. Já, til dæmis. Og svo fæðist alltaf nýir og nýir. Alltaf 6 fyrir hvern einn. En það? Vá. Þá lítur við ansi mikið af fuglum hérna. Það er líka ansi mikið af rúðum. Já, alveg rétt. Heyrðu, við þurfum að finna svona einhvern kassa. Ég held ég eigi skókassa. Veistu hvað mér dettur samt í hug? Hvað? Kannski að þessi fugl er nú kannski ekki í þjóðkirkjunni. Ættu kannski að setja hann bara í víkingaskip og ýta honum út á tjörn og kveikja í því með öllum hans veraldlegu eigum í. Nei. Og öllu dótinu hans. Já, og svo kannski skjótum við eldur. Það þannig gert? Já, í víkingafuglunum þá var ábyggilega gert þannig. Já. Sér, hérna er svona kassi. Sem við getum haft hann í. En við þurfum að gera samt aldrei kósí, sko. Já. Ha. Ég ætla að finna til eitthvað svona dót. Æja, litli vinur. Sérðu? Þá hefur þú ekki áhyggjum með. Ætlar að setja með bangsa honni. Já, svona. Og kannski eina bók ef hann vill lesa. Eitt bangsa. Svona leiðist ekki, sko. Kannski eitthvað borta. Eitthvað smá svona dót sem að geti glatt hann. Já. Svona? Já. Bóti. Bíddu nú við. Já, kannski sápukúlur ef hann vill gera sápukúlur. Hann verður vinsalasti fuglinn í fuglahimnaríki. Já, það er Bara, hei, þið hinir, hvað eru þið með? Rifsber og strá? Ég er bara með bangsa og bolta hérna. Púsl? Já, settu 1 púsl. Já. Þá var hann svona, hvað ætli þetta sé? Hvað getur þetta mögulega verið? 2 púsl. Og ég ætla að fara að finna eitthvað svona gras. Passa hann á meðan. Já.
til að finna gras svo honum líði vel. Já. Já. Sérðu, ég náði fullt af svona grasi. Skulum setja það hérna ofan í hjá honum. Það verður mjúkt. Já, sérðu. Og svo náði ég í svona 2 spýtur. Getur búið til kross. Já, sjálfsögðu. Sérðu, setjum við þetta svona. Það setja hann í. Ha, heldur það sé allt í lagi? Svona, bless litli vinur. Fljúðu nú í paradís. Svona. Heldur það sé nóg dót hjá hann samt? Það þarf nú að hafa eitthvað meira að leika sér með. Aha. Já. Já, hérna. Blöðrur. Já. Einu svona græna. Já. Já, það er alltaf gaman með blöðru. Svo kannski goggar hann í hann. Upp. Já. Svona. Bánsi, bolti, blaðra. Þetta er mjög flott, sko. Svona. Og svo lokum við. Svona, já. Býtu. Sko, skrifa þú hér Fuglason. Fuglason. Eða bara fugl. Já. Er þetta ekki flott? Jú. Og erum við svo að fara að grafa hann ofan í jörðina eða? Já, við verðum að gera það. Er það? Já, við þurfum að grafa hann allavega 6 eða 7 fet. Ofan í jörðina? Já, við þurfum að fara niður fyrir frostlínu, sko. Já. Það frýs aldrei svo djúpt niður í. Og svo þarf hann að fá fallega jarðarför, sko. Já. Ég veit rosa fínan stað sem við getum grafið hann á. Er það? Sem er friðsæll. Æ, það er gott. Það er ekki háað og engin kettir. Einu sinni fór ég með pappa og þá var hann að jarða fugl. Og þá baði hann bæn og allt. Já. Fyrir fuglinn, meira þess að. Við getum gert það og sungið lítinn fuglasálm. Já, við getum kannski gert það. Fuglinn flýgur upp í ský, syngur bí 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 bí. Og hann dillar Hann dillaði stélinu. Já, við höfum það í þátíð bara allt. Já, svona. Ertu tilbúinn? Já. Og nú má ekki vera neitt grín. Nei, þú ætlum að fara út og jarða fuglinn og setja lítinn kross. Ertu tilbúinn? Já. Maður er eiginlega, bara pínu sorgmættur, sko. Samt svona ákveðin léttir. Já, Pínu feginn bara að við erum búin að skila fuglinum aftur til himna. Já, maður er sorgmættur, en samt líður manni vel í hjartanu sínu, sko. Af því við gerðum gott. Já, en eru fuglar með hjarta, eða? Já. Aha. Við erum bara dýr. Já. Með hjarta og lungu og lifur. Já, ok. Og andfuglarnir eru með fóarn. En spörfuglarnir er kannski með maga. Já, Borðaði bara orma. bara orma? Já, og kannski líka svona fræ. Og ber. Og ber, náttúrulega. Já, á haustin er alltaf að borða. Engin fugl, er ekki til neitt fugl sem borðar bara, popp eitthvað eins og við eitthvað, skilur. Jú, við myndum að borða popp og epli. Já. Epli og svona feitt kjöt. Ég nefnilega, þegar ég fór einu sinni í sveit, þá var hæna, uppáhaldsmaturinn hennar var popp. Já, hænur eru skrýtnir fuglar, sko. Já, en svo heyrði ég að hænur get ekki einu sinni flogið. Hvernig ekki fljúga? Ekki hænur og ekki mörgæsir. En af hverju eru þeir þá með vængi? Af hverju eru þetta bara fuglar? Af hverju köllum við þetta ekki eitthvað annað? Já, nákvæmlega.
Já, hérna ég með önd, það fugl, svo ég hérna með hænu, hún dýr með gogg, svo ég hérna með skógarþröst, hann fugl, getum við sagt. Já, en það sem skrítið að skulle ekki geta flogið niður með vangi, sko. Já. Það bara eins og ef við værum með vangi og getum ekki flogið. Já. Það sem maður skrítið í þessu lífi. Hvað, við erum að fara út af glugganum og kveðja fuglinn þar. Fuglinn? Þurfum við þess? Já. Manstu áðan, Vili? Þegar við vorum bara eitthvað að leika okkur og allt í einu bara flaug fugl á gluggann. Ég nú alveg von á því. Og mjög sorglegt, sko. Fyrst við ættum að semja lítið lag. Ertu með eitthvað hljóðfæri? Þetta er svona lítill tölvugítar sem ég hannaði. Bjóð til teikningar og smíðaði svona frumgerð sem var svo stolið frá mér af útlensku stórfyrirtæki. Já. Ég stali bara tilbaka. Er þetta gítar? Já. Má ég prófa? Quanto tengo más mera. Quanto cello al cielo. Quanto tengo más mera. Alla sica il pariello. 555 nero. Þurfum við þá ekki að spila eitthvað sálm? Jú, litla fuglinn. Já. En ég held honum líði miklu betur núna. Já. Nú hann að fljúga bara upp í himnaríki í algjöru þyngdarleysi. Og ekkert viðnám fara í loftinu, fullkomin loftheim, en hann getur flogið endalaust á þess að vera þreyttur. Þetta meina? En það er alltaf sagt að þegar einhver deyr, þá fær hann vængi. Já, ætla að sjá með 4 vængi núna. Það fælist kannski dálítið fyrir honum. Já, það er kannski ástæðan fyrir að hann getur flogið endalaust. Farið með mig þangað. Nei, fuglavængir, ég ætla ekki þangað. Englavængir, nei, fuglavængir, nei, englavængir, nei, fuglavængir. Nei, ég veit það, kannski. Já. Svo er hann bara að hitta alls konar fugla og fara yfir málið og svona. Sér niður á jörðina og eru þið að fljúga í helli dembu, gömlu. Ég man nú eftir því, það er alltaf sól hér. Þetta var eiginlega besta sem gæti komið fyrir hann. Já, svona úr því sem komið var. Já. Bless litli fugl, bless litli fugl, vertu sæll litli fugl, vertu sæll litli fugl. Dreymi þig vel, og njóttu þín, litli fugl, litli fugl, fljúðu hátt. Já, það var fallegt lag. Já, þetta var skemmtilegt. Heyrðu, ertu þyrstur? Já. Erfidrykkja. Erfidrykkja. Juice erfidrykkja.